Hér hjá okkur Lárus Grétarsson, þjálfari til 30 ára hjá öllum helstu yngri flokkum fram og fleiri félögum. Í dag eru Framarar að fara að spila hér á móti Keflavík. 6 stiga leikur, Lalli. Já, þetta eins og eiginlega allir leikirnir í þessu móti eru 6 stiga leikir. Stundum við, já, þetta 9 stiga leikir, en þetta svona leikur. Keflavík einu stigi fyrir ofan fram. Hverjar heldur að líkurnar séu svona? Þetta verður jafnleikur, þeir eru á rönni eins og maður segir sko, og hérna eru bara með mjög gott lið og þetta er bara dagsformi eins og í mörgum öðrum leikjum. Eitthvað sérstakt leikskipulag sem þið leggið upp með fremur öðrum? Nei, það eina sem við gerum, við breytum út að við hvíla menn fyrir við að fara að spila, við fáum bara 1 dag í pásu sem er alveg furðulegt að KSÍ skuli setja 8 úrslit í bikar 2 dögum eftir leik og þá gerum við 3 breytingar á milli leikja og fáum ferska menn inn í leikina móti FH í firðinum. En fyrir utan það spilum við okkar fótbolta. Við erum sóknarlið og við förum með því hugafæri að sækja og skora og þurfum bara að skora fleiri mörk en andstæðingarnir. Það vantar aðeins upp á því, við höfum skorað mikið en fengið mikið mörkum á okkur í síðustu leikjum. Akkurat. En núna hvorki Helgi Guðjóns né Axel Freyr með í dag. Búist þið við að fá þá inn fyrir bikarleikin á föstudaginn? Nei, ég segi engin mörk. Ég segi að segja 0,1%. 0,1%, það er nefnilega það. Heyrðu, þá það eru einhverjar 6 mínútur í leikinn. Þú ert með einhverjar fleiri fréttir fyrir okkur hérna á Fram TV. Já, það er 1987 þá tók ég við þjálfun meistaraflokksliðs í Færeyjum og alla yngri flokkana og bílstjóri og sáum allt þarna og læknir og allt saman og spilandi leikmaður. Og búinn að þjálfa nú stanslaust 30 ár, ýmis félög, alla flokka. En nú bara komið að leiðarlokum að þetta síðasti leikurinn minn í svona læknisráði út af njánum sem hafa rangrað mig og leiðin aðgerðið þar á báðum að þá fór ég að fund Júlíusar formanns í gær og við komumst að samkomulagi að ég myndi bara láta störfum eftir þennan leik, svo þetta er síðasti leikurinn. Þetta er 30 ára starf. Þetta er auðvitað mikill sjónasvistir á þér en eðlilega þarftu að huga heilsunni og ég veit að strákarnir eru nugnir yfir þessu og sem ef ég tala fyrir hönd Framar almennt þá er þetta gríðarlegu sjónasvistir en heilsan er fyrir öllu að sjálfsögðu og við vonum bara svo innilega að þú komir aftur þá mun hraustari eftir aðgerð. Maður sjá bara til hvernig það þróast. Þetta er þarna dramatísk stund hérna á Íðuvöllum og svona eðlilegu Íðuvallaveðri og þetta er allavega eitthvað moment stund sem ég mun örugglega seint ef aldrei gleyma, það held ég. Við vonum bara strákarnir gefið þér sigur í kveðjugjöf. Já, ég bað það, ég bið ekki oftar gjafir. Ég vil aldrei jólagjafir heima en þetta er kannski að fá einna sigur, það myndi ekki eðilegja. Vitað eða má gefa út hver það sem verður eftirmaður? Það er ekki alveg vitað, það er verið að vinna akkurat í bakherbergjum fram núna. Ég held að við skýrist núna bara í kvöld. Og Villi verður með liðið fram að því? Já, Villi verður allavega áfram með liðið, einhverju marki. Já. Vonandi, sem vonandi fyrir flokkinn og félagið, Villi verður áfram. Að sjálfsögðu. Hann er okkar efnilegasti þjálfari og verður frábær þjálfari og ennþá betri heldur en í dag og ég vona endilega fyrir strákana að Villi verði áfram. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Lalli, og gangi ykkur vel og vonandi færa þér sigur í kveðjulok. Takk fyrir.